Ragnarsson, gjör svo vel. Formaður, gott ráðs fólk. Förum fljótt yfir sögu, hver er raunveruleikinn? Við erum með 2 ákvæði þegar í stjórnarskráni stuðlað friði og alþjóðasamvinnu og fyrr í henni. 1941 fengum við her hér að eigin vilja frá hlutlausi þjóð sem þá var Bandaríkin. Þeir stunduðu þá hernað á Atlantshafi til verndar flota sínum og með þessu var í raun og veru Ísland í raun ekki lengur hlutlaust land. Þó við vitum þetta frekar heldur en að hafa brest hellið. 1944-46 var undirbúningur Sameinuðu þjóðanna, við tókum ekki þátt í því á þeim forsendum við værum herlaus land og óttuðum og vildum ekki segja neinni þjóð stríð á hendur. Það var yfirleitt veruleiki þá, það var alltaf verið að segja þjóðum stríð á hendur. Við drógum í 2 ár að ganga í Sameinuðu þjóðirnar af því að vitrir menn tóttu sjá að í sáttmála þeirra fælist að þeim væri heimilt ef öryggisráðið samþykti að fara með stríð eða fara í hernaðaraðgerðir á hendur þjóðum. Og þeir urðu sem sagt forspáir því að 1950 að þá fór her Sameinuðu þjóðanna reyndar undir forystu Bandaríkjanna með stríði á hendur Norður-Kóreumönnum, reyndar á þeim forsendum að þeir hefðu ráðist á Suður-Kóreu. Þar með vorum við raun orðnir aðilar að hernaðaraðgerðum í fjarlægu landi, þóttu ítrekum það að hér væri herlaust land og á þá tíma að þá mætti aldrei vera hér herlið á friðartímum. Og síðan kom varnarlið hérna 1951 og enn var sagt að þetta veri varnarlið og það var af brýnni nauðsyn var sagt. Tala var þjóðaratkvæði 1949 þegar við gengum í NATO en þegar við lítum á hvernig ástandi var í heiminu þá var ekkert ráðrúm fyrir slíkt en það var engin þjóð sem var með þjóðaratkvæði það. Menn sáu fyrir sér að 3. heimsstyrjöldin geti skollið á morgun vegna Berlínardeilunar og þess að kommunistar hefðu náð Tékkóslóvakíu undir sig. Hvað gerir svo næst? Við erum að heyja 3 þorskastríð, þeir eru kölluð Cod Wars, það var engin stríðsyfirlýsingar, við beittum fallbyssum, skutum á Everton og fleiri togara. Þannig að þarna erum við strax farin að nálgast þessa línu, hvað er þetta gráa svæði stórt, stríð, friður. Við förum síðan NATO fer síðan inn í Kosovo, sömuleiðis ályktun öryggis á Sameinuðu þjóðanna. Við vorum þar aðilar að þó að og gerðum ekkert í því máli. 2003 ákveða 2 menn að við skulum skipa okkur með yfirlýsingu í hóp viljura þjóða til að fara í herleiðangurinn í Írak sem margir telja með rökum að hafa verið ólöglegur þótt að væri sagt að það væri undir yfirskrift ályktunar öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. Það var alveg nýtt stig að alþjóðleg yfirlýsing lægi fyrir það að við værum viljuð þjóð til að fara í hernaðaraðgerðir í öðru landi. Nú hefur við Líbíu og það er það sem Silja Bár er að tala öryggisráðið og það er verið að fara með hernað inn í það land og á móti þeim stjórnvöldum sem þar hafa verið viðurkennt fram að þessu. Það sem ég er að segja þetta er mjög grátt svæði. Við skulum vanda orðalag okkar mjög vel. Það er mikill munur á því að segja að Ísland skal aldrei fara með ákvörðun stuðning við stríð skuli hafa samþykki Alþingis eða segja ákvörðun stuðning við hernaðaraðgerðir skuli hafa samþykki Alþingis. Ég legg til að við vöndum þetta vel og horfum með raunsæi á hlutina eins og þeir eru ekki eins og við vildum að þau væru, auðvitað viljum við það frið og svo skulum við sjá hvort við getum ekki lent þessum máli farsællega eins og við ætlum okkur að gera í öllum öðrum viðkvæmum málum.